Já, það bankasalan sem náttúrulega frétt dagsins, kannski frétt síðastlín ás og ég fengið hingað sérfræðinga í fjármálum og spillingu. Atli Fandal, hann framkvæmdastjóri Transparency á Íslandi, International á Íslandi fyrir ekki. Ásgeir Brynjar Torfason, sérfræðingur í fjármálum og reikningsskilar banka, eða ekki? Jú. Já, og Þorvaldur Gylfason, prófessor í hagfræði. Verið velkomnir. Takk. Herðu, hvernig á að, Þorvaldur, ertu ekki glaður í dag að sjá enn eina sönnuna fyrir því að þú hefur rétt fyrir þér að Íslandi gerspilt land? Nei, maður gleðst nú ekki yfir þessu, en sko, það sem stendur upp úr þetta að bankar brjóta ekki lög. Það eru bankamenn sem brjóta lög. Maður refsar ekki Reykjanesbrautinni fyrir ofraðan akstur, heldur einstækir ökumenn látnir sæta ábyrgð. Og þetta þarf að eiga við banka í landi eins og Íslandi þar sem að bankasagan jafn skelfileg og raunber vitni. Og mér finnst það óþægileg tilhugsun að hægt sé að gera sátt milli yfirvalda og lögbrjóta, sátt sem að svo virðist sem komi í veg fyrir að henni brotlegu verði látni sæta ábyrgð að lögum. En að vísu ég ekki alveg viss það. Þú getur að láta Íslandsbanka borga sig frá frekari málaferlum. Já, það má leggja það þannig út. En við skulum sjá hvernig tefnist úr þess á næstu dögum. Það kann að vera að komi í ljós að þessi sátt sé engin lagaleg trygging fyrir því að þeir sem að brutu lög verði látnir að sæta ábyrgð. Við skulum sjá hvað það setur. Hvað segir þú, Alli? Heldur að ekki ljóst að bankaráðið og bankastjórinn verða látin fara á morgun að inn? En það ekki nóg? Nei, það auðvitað ekki nóg. Ég ætla ekki alveg að segja að bankastjóri verða látið fara. Því að þessi bankastjóri hefur nú lifað ýmislegt af og það var bara til að koma í ljós hvort að það hendi stjórnmálunum að Tónnin þannig, Bjarni, Katrín, Bankasýslan, lífeyrissjóðirnir, það kalla allir eftir því að það verði eitthvað látin axla ábyrgð. Já, það hefur nú verið kallað eftir því í þessu máli mjög oft, sko. Það hefur verið kallað eftir því að Bjarni Benediktsson sem að Alþingi fól að selja bankann og ber náttúrulega ábyrgð á því, að hann axla ábyrgð, en það held ég að sé ekki á borði ríkisstjórnarinnar. Nei, sko ég skal alveg viðurkenna það að hið eðlilega, ég meina að sjálfsögðu hið eðlilega að ekki bara bankastjórn, bankastjórnin hreinlega þurfi að fara. En við skulum samt ekki gleyma því í hvaða landi við búum. Hér hefur nú verið kallað eftir því að öllum steinum sé velt og allir axli ábyrgð þessu máli. Það hefur ekki gerst og sérstaklega í þessu máli þá hefur auðvitað ríkisstjórnin sett á svið alls konar svona ábyrgðarleikrit. Það var nú tilkynnt niðurlagningu bankasýslunar og enn starfar hún. Þannig að ég segi sko hið eðlilega að sjálfsögðu og ég meina þú veist í ríki sem væri kannski með lítið styrkari stoðir þá myndi ég geta sagt bara núna já að sjálfsögðu mun bankastjóri fara. En þetta vel valdaður bankastjóri. Ásgeir Brynjar, kannt þú að segja okkur svona, hver eru brotin sem að bankafólkið framdi? Já, sko ég verð að hafa smá fyrirvara að því ég sitt í endurskoðunarnefnd hjá lífeyrissjóðnum Gildi sem næststærsti eigandi í bankanum og eftir ríkissjóði. Það var nokkur forstöðum að þar að tala í speglinum og hafði mjög þung orð. Já, og það átti að koma yfirlýsing á morgun frá þeim. Ég hef ekkert komið að þessu máli þar, þannig ég hef engar upplýsingar þaðan innan, en bara maður hefur ákveðið hlutverk í endurskoðunarnefnd fyrir hönd stjórnar og við til dæmis fórum út fyrir hefðbundið hlutverk okkar í Æslandeir útboðinu til dæmis. Það hefur ekki verið kallað eftir því allavega ennþá í þessu, en ég vil bara flagga fyrir þessu og það sem ég segi hér bara út frá mér og sem hluthafi í 44% sem við almenningur ríkið eigum ennþá og en það sem að þarna
kemur fram í þessari 96 síðan skýrslu fjármálaeftirlitsins sem ég held að allir hafi fengið svolítið sjokk yfir í dag. Þetta leit mun verr út en menn höfðu haldið eða vonað eða í meðvirkni sinni trúað eða ég veit ekki hvað eiginlega að það sem að ég er eiginlega mest að hugsa núna í dag eftir þetta býtu af hverju var svo lokið með sátt en ekki farið í fullar rannsókn og það í lögunum og reglunum alveg skýrt. Telji fjármálaeftirlitið aðilega hafa gert brotlegan við ákvæði laga það regluna sem stofnunin er falið vald til ákvörðunar stjórnvaldssekta heimilt með samþykki málsaðila að ljúka málunum með sátt. Enda hafi aðilinn eftir atvikum látið af háttsemi eða gert viðeigandi úrbætur. Sama gildir brot á ákvörðun stofnunarinnar á grundvelli framangreindra laga og regluna. Heimild til sáttar nær ekki til meiri háttar brota sem refsir viðurlög leggja við. Brot helst meiri háttar ef það lítur af verulegum fjárhæðum en verknaður framinn með sérstaklega vítaverðum hætti eða við aðstæður sem auka mjög á saksemi brotsins. Notaðu ekki orðið meiri háttar í skýrslunni? Jú, og svo var viðtal við varaseðlabankastjóra fjármálaeftirlits sem nýtingin við hafði verið framkvæmdastjóri háttsemiseftirlits í Seðlabankanum, einn af undirmönnum fyrrum varaseðlabankastjóra sem var forstjóri fjármálaeftirlitsins og hefur náttúrulega væntanlega unnið að þessu. Og hún sagði að það hefði ekki átt við þarna í sjónvarpsfréttunum áðan. Þannig að meiri háttar, en það kemur fram í skýrslunni. Já, og þá snúum okkur upp að henni. Það er farið upp fyrir hámarkssekt í lögunum sem 800 milljónir sem heimilt að fara upp fyrir ef það mjög mikið brot og fara þá eftir veltu og þess vegna verður þetta 1160 milljónir. Hæsta sekt þar á undan það var reyndar mjög hærri sekt varðandi kostamisferli í samkeppniseftirlitsmáli en hæsta brot í fjármálaeftirliti var 88 milljónir hjá Arion banka fyrir að tilkynningjum hópuppsögn en þau brot sem verið hafa frá 2007 voru 113 sótargreiðslur svona cirka 10 ári heildarsektir sem að fjármálaeftirlitið fengi voru 278 milljónir þannig að meðalupphæð ef við deilir bara þessum tölum innan við 2,5 milljón þannig að ef það svona sekt fyrir að fara yfir á rauðljósi að þetta 470 sinnum svona venjulega sektin sem lokið með sátt eða dómasátt þannig að 470 sinnum yfir á rauðljósi. Má ég skjóta einu að því að þú nefndir þetta fyrst að bankin væri hættur þessari háttsemi. Það kom fram í viðtali við Birnu fyrir helgi að svo ekki. Því að hennar hlutverk væri að fara að tryggja það svo ekki þannig að það ekki þannig að bankin sé hættur og orðið góður. Nei, því að hún ætlaði að fara að skúra bankin. Og það kom fram líka að fjármálaeftirlitið hefur ekki lokið að fullu að því að það fram í nóvember held ég sem að þau munu líta yfir öxlin á þeim til aðtöga hvernig gangi að laga. En þú ert að segja að fjármálaeftirlitið hafi raunverulega ekki heimild samkvæmt þessum lögum til þess að fallast á þessa sátt þar sem að brotinu voru meiri háttar og háttsemin ekki hægt. Þetta orðalega stangast allavega aðeins á það nýjum. Ég ekki ennþá búin að átta mig á því hvers vegna var ekki farið alla leið í, en það væntanlega að þetta hafi verið nógu mörg lítil frávik en ekki eitt stórt rán eða ég ekki lögfræðingur þannig að ég bara ennþá að svona hugsa þetta en auðvitað það sem skiptir máli að það annars vegar trausti og trúveruleikin sem svolítið farin en síðan það ábyrgðarskyldan, accountability og umboðskyldan og þessi hugtök sem að þegar þú ert að fara með fé annara þá ertu bundin umboðskyldu og þessi atriði eru bara á ákaflega veikum grunni hérna og kemur ljós núna í viðbröðum fjármálaráðherrans að hann til að halda sinni armslengd setur allt verkið á bankasýsluna sem að sumir héldu nú í síðustu viku og væri búið að leggja niður en hún hefur það hlutverk að fara með okkar eignarhlut í þessu hún búin að kalla eftir hluthafafundi þannig að ég veit ekki hvernig maður að kalla þetta farsa eða hinn afhögni armur þarna að krefjast hlutafundur. Já, má ég aðeins segja þetta þegar ég hef myndir að velta þessu líka fyrir mig hvers vegna ákveður FMI að ganga að sátt. Ég meina þau tala blekkingar í skýrslunni.
þau tala að þetta sé kerfislegt en ekki bara svona einhver frávik. Það er rauk fyrir eitthvað sektinni hafa. Já, þau benda á aðskilnaður milli deilda, sé bara, ég meina það er bara fáránlegt dæmi, eitthvað hóp-e-mail, þar sem að verðbréfasviðið fær tilboðin frá einstaka aðilum. Þau benda á það að reglum sko kaup starfsfólks hafi verið breytt þarna skömmu áður. Þú veist, Eitt stjórnarmaður inn á námskeiði og spyr þar hvort hann megi taka þátt og fær munnlega heimild frá reglum. Það skortir gögn, það er líka að talað hvernig bankinn hvetur einstaklinga til að sko afsala sér ákveðin svona réttarstöðu. Þú veist, það var það sem ég hugsaði mitt bara, þú veist, hvað þarf til að þetta teljist brot þar sem að sko hægt að senda þetta til lögreglu bara einfallega til rannsóknar. Ég meina, ef að þetta, þú veist, og akkur þá FME að setja út svona skýrslu ef að... Já, en eitt sem að maður hugsar þegar maður lesir það. Haldið þið að Íslandsbanki skeri sig úr öðrum fjármálastofnunum að þessu leyti? Nei, ég held ekki. Sko talandum traust, sko áður en þessi skýrsla kom í morgun, að þá sýna rannsóknir Gallups að 82% landsmanna vantreysta bönkunum. Og varla hefur þessi skýrsla orðið til þess að auka traustið, að draga úr vantraustinu. Sko Alþingi gerði alvarlega skissu þegar það fól núverandi fjármálaráðherra að hafa forystu endur einkavæðingu í bönkum. Vegna þess bara ferill hans og fjölskyldu hans í bankamálum fyrir hrun, í hruninu og eftir hrun gera það að verkum að hver helvita maður hefði átt að sjá að af öllum mönnum var hann síst til þess fallin að hafa forystu einkavæðinguna. Og núna bara blasir þetta við stóðum þú og ég og með fleira fólki á Austurvelli fyrir rösku ári og við bara lögum spilinu á borðið. Og þeir sem að voru valdir til þess að kaupa þarna voru sko góðkunningjar hrunsins, dæmdir sakamenn, sko margir. Almenningur sá alveg í gegnum þetta. Að sjálfsögðu sá almenningur í gegnum þetta. Og svo núna er búið að taka ár fyrir Seðlabankann sem rumskaði allt í einu, með fjármálaeftirlitið í Seðlabankann hefur verið steingelt alveg síðan Gunnar Andersen var látinn hætta. Og núna allt í einu tekur Seðlabankinn við sér. Hvers vegna veit ég ekki, þá kannski eftir að koma í ljós. Og mér sýnist að núna sé verið að ganga að forystumönnum Íslandsbanka, hugsanlega af því að það er þægileg leið til þess að slátra minnipoka fólki til þess að draga athyglinna frá öðrum. Sko, akkillesarhæll bankakerfisins hér heima er þessi. Afskriftir eru leynilegar. Þeir sem að stjórna bönkum geta lána vinum sínum eins og þeim sýnist og afskrifa lánin og þannig að það er ógerningur að komast að þessu. Og ég veit þetta vegna þess að ég lét að rannsaka þetta árið að gefnu tilefni og fremstu endurskoðendur landsins sögðu mér því miður það er ekki hægt að ganga úr skugga afskriftir því að þær eru leynilegar. Og þá sjáu þið hvers vegna óheiðarlegt fólk sækir svona grimt eftir því að eignast banka og hafa umráði yfir bönkum. Þetta þýðir raunverulega að þeir sem að stjórnarböngum geta gefið peninga. Nákvæmlega. Hvað segir þið? Haldið að Íslandsbanki skeri sig úr öðrum fjármálastofnunum í Íslandi? Það sem að þessi vinnubröð í útboðinu, ef við einangrum okkur við það, munum sko Bankasýslan fól nokkrum aðilum að selja í þessu öðru útboði. Íslandsbanki var með held í helmingin af þessum 22,5%. Það voru nokkur aðrir söluaðilar. En sko skýrslan þessi 96 afhjúpar vinnubröðin inn í bankanum sem svona, já, manni virðist af þessu að dæma að hafa gengið út frá því að ekkert myndi komast upp. Þetta er svona eins og ég spila ekki fótbolta. Það átti að komast upp, sko, hverjir keyptu, það átti að vera leynilegt. Já, og þessi kapall byrjar að rakna upp þegar það þarf að birta listan. Og þá sér almenningur bara í gegnum þetta. Já, og þá er þetta næsta varnarviðbragð þarna og núna sjáum við hvernig þessi helmingur á útboðinu fór fram sem er svona í, já,
anda viðskipta menningar hérlendi sem bara á allt of svipu því sem var fyrir hrun, þannig að lítið það hafa menn lært, lítið hefur breyst að þér virðist og ég benti á það í viðtal á morgunútvarpinu Rás 2 í morgun áður en skýrslan var komið fram að fjármögnunarkostnaður íslenskra banka erlendis hefur aukist og reyndar líka fjármögnunarkostnaður ríkisins og auðvitað er það að hluta til eins og hjá öllum öðrum löndum vegna vaxtahækkana í heiminum öllum. En ég hugsa að það væri hægt að finna út með almennlegri rannsókn ef maður fengi tækifæri til þess að sýna fram á að hluti af auknum vaxtarkostnaði sé beinlínis vegna þess að fjárfestar erlendis og alþjóðlegir sjá með Google Translate á íslenskum fréttum að hér nú ekki eins vel búið að taka til eftir hrun eins og svona alþjóðlegar fréttir lýstu eftir dóma og rannsóknarskýrslur og þessu þar, heldur þarna birtist bara, bæði hverjum verið að selja hvernig og líka snúningurinn með íbúðalánasjóð og ríkisábyrgð og allt þetta eykur áhættuálag, kjánaálag eða sem pólitískt álag og orðsporsálag sem leggst ofan á grunnvextina sem þýðir bara dýrari fjármagnskostnaði fyrir opinbera, dýrari húsnæðislánakostnaði fyrir okkur almenning og það það alvarlega í þessu máli. En svo nú líka skemmtilega hliðar á þessu, maður lærir alls konar orð, bankamennirnir hafa auðgað tunguna, ég er nýbúin að læra orð eins og áhættumenning og háttsemis eftirlit, þetta yndislegt. En einn lærdómur sem að held ég að fólk átta sig á þegar að lesa þetta, svona venjulegur almenningur sem ekki ofan í reikningsskilum bankana, að það að koma í ljós að hér var hrun eins og sagt og síðan átti að taka eitthvað til í íslensku samfélagi. En hún að koma í ljós að svo var ekki. Það sem var sagt að eitt að taka til, það var allt í blati og allt í þykist. Nákvæmlega þess vegna mátti núverandi fjármálaráðherra ekki koma nálægt einkavæðingu bankana. Því hann hefur aldrei sagt eitt aukatekið orð sem að bendi til þess að hann átti sig á því að hrunið hafi verið skaðlegt. En ég spilaði nú bara ræðu af landsfundinum áðan, brúðræðinu, þar sem hann umlega að lýsa þessu sem svona eins og feng sem að við verðum að ná af ríkinu til að flytja til okkar og fær klapp í sannlega fyrir. Og það náttúrulega sem ferlið á útboðinu birtir. Þegar þetta var tilkynnt og sagði ég nú í fréttum á ríkissjónvarpinu að það skiptir náttúrulega mjög miklu máli hvernig þeir yrðu valdir sem fengi að taka þátt. Og það var augljóst að lífeyrissjóðirnir eru megin fjárfestar í landinu ef að það væri ekki kvótaeigendur eða einhverjar erlendir aðilar. Og það var nú mín mesta hræðsla þegar þetta var gert í viku eftir að stríð hófst. Að einhverjar erlendir aðilar sem vildu komast yfir SWIFT-númer myndu koma þann inn og ná sér í banka en það var nú ekki sem betur fer þannig að við getum nú kannski þakka fyrir að tjónið og skaðin þó bara svona en þannig augljóslega verið að hleypa aðilum að sem eins og það var kallaði og einhverjum gögnum sem komið fram eftir þetta taka snúning á ríkinu, ná sér í hagna, vera millileiðurinn annarkvort færðu einhverja milljarða í söluþóknunni fyrir að vera aðilinn sem sér útboðið eða þá þú tekur þátt og ert tímabundin eigandi þar til að lífeyrissjóðirnir fjárfesti í þessu. Það voru mjög stórar upphæðir sem að erlendi sjóðir náðu þannig úr fyrra útboðinu. Já, og seldu sig. Ein spurningi sem vaknar núna þessi úr því þetta var allt saman svona ólöglegt. Þarf þá ekki að hugleiða hvort hægt að rifta þessum viðskiptum? Fjármálaráðherra vildi minna í viðtalið að það væri bara ekki hægt en aðeins þetta sem að þú nefnir eftir allt þetta ferli og þetta náttúrulega búið að taka núna ár eftir málar þessa hvað var þetta ekki í mars í fyrra? Jú, þetta rúmt ár þá finnst mér augljóst og mér hefur þótt að mjög lengi og þessi skýrsla aftur bara sýnir það að það stóð aldrei til að gera þetta vel. Ríkisstjórnin og Bjarni Benediktsson kannski sérstaklega, en ríkisstjórnin öll og stjórnarflokkarnir, mér finnst þeir í þessu máli hafa vopnað sig vanhæfni. Þetta svona strategisk vanhæfni. Þau vita alveg að Bjarni Benediktsson ber pólitíska ábyrgð á þessu. Þau vita líka alveg að hann ber lagalega ábyrgð.
Katrín var að hafna í dag bara síðast. Já, ég meina, þú veist, þau náttúrulega segja ýmislegt, þau eru búin að íta undir sko upplýsingaóreiðu og búin að nota alls konar þæfingaraðferðir og annað slikt í þessu máli. Og þetta mál bara sérstaklega erfitt að þetta talar inn í bara tráma hjá fólki. Ég veit að það ótrúlega leiðilegt að tala eitthvað tráma samt í runnið, en þú veist, þetta kveikir í fólki. Og varðandi þetta taka snúning eða þennan millilega gróða, sko, það varla til svo spillingar og einkavæðingar áhætta sem betur þekkt en nákvæmlega þessi áhætta. Að þú getur búið til millilega gróða fyrir þitt fólk. Á Íslandi vita það allir að eiginlega sko svona þeir fjárfestar sem þess virði að tala eru lífeyrissjóðnir. Þannig að einkavæðing bankana þýðir alltaf að lífeyrissjóðnir að fara að auka sinn hlut. Samkeppniseftirlitið varaði við þessu þegar þingi fjallaði þetta. Í umsókn þingsins kemur það fram og það voru einstaka þingmenn sem vöruðu við þessu og þetta formaður Samfylkingarinnar talaði nú þetta ég veit ekki hvað oft. Og það bara svona strategískt vanhæfni að láta eins og enginn hafi getað séð þetta fyrir. Og það sem þessi skýrsla auðvitað að sýna að Íslandsbanki var líka að taka þátt í því. Þau eru að nýta sér þetta tækifæri. Og nú má vel vera, og ég stuðningsmaður þess, að bankastjórnin segja af sér. Ég hins vegar líka stuðningsmaður þess að þetta sé rannsakað sem glæpur. Þetta ekki bara eitthvað svona einstaka mistök. Það bara kemur fram í þessari skýrslu, þetta séu kerfislæg vandamál. Og þau eru alvarleg og þau eru viðtæk, en þau eru ekki meiri háttar, sem að fara nú algjörlega orðskýringarnar á lögunum og en ekkert af þessu breytir. Hvort sem bankasýslan verður lögð niður eða segir af sér eða hvað sem gerist eða bankastjórnin, þá breytir ekkert því að hinn pólitíska ábyrgð fjármálaráðherra og svo hún líka ráðherra hinna flokkana. Vegna þess að það þannig að það ráðherra nefnd hvað heitir ráðherra nefnd efnahagsmál. Þar segir bankamálaráðherra Lilja að hún hafi varað við þessu. En henni bara líka skylda þá til þess að gera það í alvörunni. Ekki bara segja það þegar það Minnir að Katrín hafi svarað þessu, ég tók ekki eftir að hún var að þessu. Nei, það aftur hlutaði. Þetta var ekki fært til bókar. Ef hún hefði verið svona mikið niðri fyrir þá hún krafist þess að þetta verið fært til bókar. Það var ekki Katrín að segja eitthvað svoleiðis. Það aftur hlutaði að vopna sig með vanhæfni. Þetta ekkert svona rosalega flókið. Það eru til reglur um þetta. Og við skulum skoða þetta í víðara samhengi, sko. Þessi skýrsla. Ef ég bara klára síðasta punktinn. Ef að Bjarni neitar að axla þess ábyrgð, þá hefur þingið getur til þess að kalla eftir því að ráðherra ábyrgð sé skoðuð. Og hún algjörlega undir hérna. Og ef það gerist ekki heldur, þá það hvers og eins flokks í þessari ríkisstjórn að meta hvort að þau ætla að taka þátt í þessu. Það líka pólitísk ábyrgð. Þannig að þú veist, auðvitað gott að þessi angi málsins rannsakaður og ríkisendurskoðun, en ég vil bara segja að þetta eru þæfingaraðferðir. Það þannig, og það vitað allir, að það rannsóknarnefnd á vegum Alþingis sem að getur skoða alla anga þessa máls. Og þessi kostnaður þessi skýrsla núna og ríkisendurskoðun og allt þetta bara fórnarkostnaður fyrir stöðu Bjarna Benediktssonar. Og það bara orðið ansi dýrkeypt fyrir Íslendinga að leyfa þessu að halda áfram. Hið augljósa að þetta fólk á að segja af sér. Þá að stokka upp í ríkisstjórninni, splitta ríkisstjórnina, sprengja ríkisstjórnina eða kalla eftir afsögnismanns. Það það sem verið að reyna að tefja með þessu. Þannig ég ekki að reyna að segja að FMS ekki að gera, hafi ekki gefið út góða ákvörðun í dag eða þessa sáttarskýrslu, en ekkert af þessu kemur í veg fyrir það að aðalspurningin sé ábyrgð ríkisstjórnarinnar. Í þinginu var meðal annars sagt það þegar fyrst var náttúrulega beint yfir til ríkisendurskoðunar að skoða málið af því að þau vildu ekki rannsóknarnefnd. Svo fréttist af því að fjármálaeftirlitið væri komið með sjálfstæða rannsókn og þá var stokkið upp og svo þeir eru ekki bara að bíða eftir niðurstöðunni úr henni áður en við tökum okkur nátt skref. Ég kalla eftir víðara samhengi. Þessi skýrsla og viðbrögðum við henni bara færir okkur heim sannin það að við verðum
að fá aðgang að Lindarhvols-skýrslunni líka. Því það líka verið að fjalla hugsanlega misferli í sambandi við sölu ríkiseigna. Við þurfum líka að fá að vita hverjir það voru sem að keyptu íbúðalánasjóðs. Það eru upplýsingar sem að þingmenn hafa kallað eftir árabil og hafi ekki enn verið birtar og svo hefur Seðlabankinn ekki enn á 6 árum geta lokið við skýrsluna afdrif eignasafns Seðlabankans sem Seðlabankinn komst yfir eftir hrun. Þannig eru 3 önnur mál náskyld þessu sem að ríkisstjórnin hefur reynt að halda leyndum fyrir almenningi og við það ekki búandi. Við verðum að fá öll spil upp á borðið eða eins og ég sagði stundum að við þurfum að spúla dekkið. Já, ég vona náttúrulega að verði rannsóknar nefnd. Ég nú hérna að reyna að tala faglega og varlega ef það skildi vera að kalla eftir minni menntun og dóttorsprófi í þá nefnd, en mér segja nú lögfræðingar ýmsir víðar í stjórnkerfinu hátsettir að það verði engin rannsóknar nefnd. Kannski verður hún eftir 17 ára eins og með búin að banka söluna, en ég sammála Þorvaldi, heildar yfirsýnina vandan mann. Maður að púsla út úr þessum gögnum sem koma fram. Það var svolítið góð bíómynd helgina á Ríkissjónvarpinu hérna ríkisleyndarmál hvernig ákvörðunin Íraksstríðið var tekin? Í Bretlandi, ég mæli með henni, af því að þar kemur fram hvernig ríkisleyndarmál og skyldur opinbera starfsmanna geta vegist á við upplýsingagjöf og upplýsingar almennings. Þetta ekki ríkisleyndarmál, þetta eru ríkiseignir sem við verðum að selja og við eigum rétt á að fá að vita þeir. Klúðrið heldur svolítið áfram að því það settur upp þessi bendileikur og það verið að reyna að finna einhvern til að enda með svartapétur og sem átt að vera Bankasýslans í síðasta snúningi. Ég velti fyrir mig að býta Bankasýslan starfhæf núna því hún komið með mjög mikilvægt hlutverk. Þetta mjög kosturrætt af því að það leit út eins og henni verið hent undir strætó eins og sagt en svo allt kemur í ljós að hún að keyra strætó. Já, og hún hefur lagalegt hlutverk í þessu. Hún að keyra strætó sem á að henda Birnu undir. og þetta hægt í það, svo ég vísi í aðra bíómynd, Margin Call, þetta gerði einn banki fyrir bankarunnið sem var svo eini sem hreinsaði sig við skítinn, að hann setti treytarana í þá deild í að selja allt sitt drasl og þeir fengu bónus með því að vera búnir að leggja niður deildina fyrir lokdags en þú getur ekki gert svoleiðis með opinbera stofnun eins og Bankasýsluna, en hún einhvern veginn í tilvistakreppu búið að hóta henni að hún verið lögð niður og sumir þingmenn halda því jafnvel fram og segja að hún hafi verið lögð niður en svo stjórnarformaður þar og forstjórinn einhvern veginn í fréttum í dag og þeir eru með hlutverk í þessu. Þannig að þeir eru kannski líka einhver leiti fegnir að einhver annar tekur við í bendileiknum eða svartapétrinum en langaði að benda á í viðbót við þann farsa hver að borga þessa sekt og hverjum því það ágætt að fylgja peningunum og þetta náttúrulega gífurlega há upphæð en hún nú samt lægri en það sem að borgaði þóknun til ráðgjafana fyrir að sjá útboðið svona til að setja það í perspektíf og þetta sekt bankans til Seðlabankans en ef þið pælið aðeins í hækkun stýrivextir eru vextir Seðlabankans á innlán bankana í Seðlabankanum þannig að Seðlabankin nú að borga hverjum banka á hverjum mánuði svona álíka upphæð í vexti þeirra á innstæðunar þannig að þetta svona peningar sem flæða þarna á milli og haldið að hluthafarnir sé að taka á sig sektina fyrir þessa slæmögið eða haldið að kunnanir borgið að mögulega haldið að menn minnki arðgreiðslurnar til hluthafa vegna þess að nú þarf bankin að borga þessa sekt og sína ábyrgð og disiplín þið getið veltið fyrir ykkur en allavega, hverjir eru hluthafarnir? Já, við eigum nú helmingi í þessu með lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins og eignarhluti ríkisins þannig að ríkið að fá til sín sekt sem það sem eigandi hlutdeildi að borga og það fer inn í Seðlabankann sem að þetta náttúrulega svona bara symbolísk tala ef ég má segja sem svo ef að þetta enginn sem á endanum ber ábyrgð af því að eins og Þorvaldur sagði í byrjun það
þetta ávæntalega vera til að sýna öðrum bönkum að haga sér nú vel eða haga sér ekki svona, eða á að vera sýna þarna í næsta útboði megin og ekki gera svona, því þá gætur fengið sagt sko, og hver borgar þá sagt og þetta er mjög svona svolítið farsakend útkoma á alþjóðlega evrópsku reglukerfi fyrir svona eðlilegan markað þar sem að eðlileg hagnaðarsókn og eðlilegt eignarhald fyrirtækja lendir inn í okkar litla landi með okkar litla markaði og skringilega eignarhaldi og þá þetta svolítið furðulegt ástand sem við sittum í sko. Við erum að borga sekt til sjálfsönkar og þurfum að borga hana með herri gjöldum. Ég ætla að segja hérna, það er eitt sem að þetta mál hefur sýnt rosalega vel upp á. Sko, það er svolítið merkilegt að nýlega kom út, þetta er aðeins ótengt en sýnidæmi. Nýlega kom út skýrsla hérna Basel Institute on Governance varnir gegn peningaþvætti í gegnum fasteignir á Íslandi. Og það er svolítið fasteignir í heiminum og það er svolítið merkilegt að Ísland tekið sérstaklega út fyrir sviga í þeirri skýrslu þó hún fjall ekki Ísland. Sem land sem skorar sko tæknilega hátt en 0 í skilvirkni og eftirliti og viðbrögðum. Og ég verð að segja að í þessu máli þá finnst maður svona stundum sjá anga þess sko að þetta er svona, þú veist, fyrir nokkrum árum var það þannig að pólitíkin uppgötaði gagnsæi og var rosa mikið að tala gagnsæi og alveg bara allir með því. En þegar kom að því að nota upplýsingarnar sem kom upp á borðið, þá var aldrei neitt. Og í þessu máli þá einhvern veginn sko til dæmis fjármálaráðherra segir í dag að þetta sýnir eftirliti virki. Þessi skýrsla. En sko eftirliti er annars vegar forvörn og svo hins vegar sko til að sýna fram á að þú komist ekki upp með svona, þú veist, eftir að skaðin skeður. Og í þessu tilviki er ekkert að segja að þeir sem að bera ábyrgð á skaðanum, þar að meðan fjármálaráðherra, séu að læra að þeir geti ekki komist upp með þetta. En mér langar aðeins að benda á líka eitt sko varandi að hvernig sko munurinn hjá því hvernig stjórnmálinn og í raun og veru bara kerfið, hvernig það bara kerfið núna talar þetta mál og svo almenningur. Sko hvernig stendur á því að almenningur gat frá upphafi séð í gegnum þetta? Vegna þess að það er bara í brjóstvitinni hjá okkur. Almenningur bara býr hérna, almenningur sér ekki gennum kvótakerfið, almenningur sér ekki gennum fjármálakerfið, almenningur sér ekki gennum stjórnmálin, treystir þeim ekki. Og ég ætla að segja sko að til dæmis eins og í Samherjamálinu. Það er reynsluþekking. Já, ok. Í Samherjamálinu til dæmis, þá sem ég nú stundum verið að tala þá er það orðið sjálfstætt vandamál hvað er mikið af gögnum óeðlilega framgöngu. Það er bara sjálfstætt vandamál í samsvið. Það er eiginlega bara svona of mikið af upplýsingum hvernig málið fór fram. Og það er bara sama að gerast hér. Þú veist, það sem skiptir máli í þessu er það að Bjarna hefur aldrei verið treyst til þess að einkavæða hana banka. Það var ekki einu svona vilji meðal almennings að selja hana banka. Það var allt hunsað. Það voru allar viðvaranir hunsaðar. Það er til dæmis bara mjög góð umsögn frá efnahagsnefnd það sem ber að varast. Allt hunsað. Svo er þegar allt kemur í ljós, þá bara byrja menn að dæla út skilaboðum. Ef ég má benda á til dæmis, hvað hefur verið sagt þetta mál. Farsælasta útboð Íslandssögunar, sagði stjórnarformaður Bankasýslunnar. Verðið eins gott og hugsa skatt, sögðu ráðgjafarnir sem núna eru meðal annars til násunar. Úlfaldi gerður Mýflugu, Bankasýslan. Við í ríkisstjórn og fjármálaráðherra höfum þegar axla ábyrgð, sagði Katrín Jakobsdóttir. Með hverju? Manstu það, hvernig það var hugsað? Það var eftir að, með minnir hafi verið... Hvernig var það hugsað að það verið búin að axla ábyrgð? Leggja niður Bankasýslan? Já, þegar hún lögði niður Bankasýslan og reyndar... Sem þau eru ekki búin að leggja niður? Já, sem þau reyndar ekki búin að gera, en þetta er bara, það sem, ég vil ekki vera að hamra á þessum punkti, en það er bara verið að hilma yfir í þessu máli og eina leiðin núna, því þetta er svo alvarlegt, er að henda út einhverju svona, við erum að gera eitthvað. Það er rannsóknarnefnd og ríkisstjórnin í heild sinni eftir þennan tíma er ekki stætt. Það er bara þannig. Þau eru ekki hæf í þetta. Við þurfum nýja ríkisstjórn og eitt af það fyrsta sem hún á að gera er að aflétta lindinni af öllum plöggunum eftir hrun.
sem voru lokuð niður eftir að rannsóknarnefnd Alþingis hefði lokið starfi sínu. Því þar eru langir listar yfir efnahagsbrotamenn sem ganga lausir Ísland ennþá. Og eru ráðandi í íslensku viðskiptalífi. Og það þarf bara einfalda meirihluta á Alþingi til þess að aflétta þessari leynd. Og það er hundu magalust, 15 árum eftir hrun hefur aldrei komið fram tillaga þetta á Alþingi. Og það er bara af því að fjórflokkurinn, það er við 7-8 flokka núna, en hann stendur saman meðal annars þetta. En vonandi kemur ný ríkisstjórn sem fyrst, sem mun stokka spilin upp á nýtt og svo ég segi eins og enn spúla dekkið. Það sem að ég hugsaði því ég horfaði á bíómyndinum ríkislendamálinn í Breitlandi var það að settur ríkisendurskoðandi í Lindarhvolsmálinu sem var fyrrverandi ríkisendurskoðandi og er núna að reyna að koma fram sínum gögnum eins og hún lag til fjölmiðlana í Íraksstríðinu í Breitlandi að það eru æðstumenn þingsins að verja það að þessi upplýsingagjöf til almennings komi fram og það er svolítið alvarlegt mál varðandi meðferð á ríkiseignum sem þetta mál fjallar líka. Þeim tekst þetta ágætlega eins og Þorvaldur bentir á. Það eru gríðarlega mikil hagsmunamál sölu á feiknarlegum peningarnir í þessu eru alveg stjarnfræðilegir sem er bara leynd yfir. Og það er sagt við almenning að það má vera að þið hafi áttisegnir en bara eitthvað kemur ekki við. Og fjármálaráðherrann sagði í dag meira segja að meirihluti þingsins tók ákvörðunina söluna á þessum hlut. Og þannig að það er mér það svolítið djarft hjá honum að segja. Já, ég er bara vitni í það sem hann sagði. En það er... Ok, en hver er ástandið á þessu samfélagi okkar, ef þetta er staðan okkur? Að við hafa kíkt inn í þetta, loksins frá svona takmarku í sjónarhorni, kíkt inn á eitthvað sem almenningur grunar að sé bara rotin spilling og það bara gís út fnykurinn. Og fyrir framan okkur er bara rísastór kúla af öðru eins sem við fáum ekki að opna. Hver er staðan á þessu samfélagi? Hún verður opnuð. Þetta er náttúrulega samfélag sem að einhver leyti byggir á, eða hvílir á lygum, svikum, leynd og þjófnaði. Ísland er Rússland nema hér er engum flykt út glugga og Færeyingar þurfa ekki óttast innrás á okkar hálfu en það er allt of mikil rússi í íslenskri stjórnmálastétt og íslensku viðskiptalífi. Hvað er það? Já, það er náttúrulega engum hent út glugga því að miklu ódýrar að jaðarsetja fólk bara. Til hvers að henda fólk út glugga og þarft þess ekki. Er ekki, ef það getur losnað við ógnin af þeim með öðrum hætti. Sumir þeirra sem gengur lengst fram og gerði mest gagn eftir hrun, þeir eru búsettir í útlöndum. Því að enginn vill ráða þau vinnu hér heima, ekki heldur í svokölluðum engageira. Þetta er bara staðrind málsins og ég ætla ekki nefna henni nöfn, en þetta er margt fólk, ég þekki það hefur satt með sína sögu sjálft. Og ef það dugir ekki, þá kannski fara menn að hegða sér varlega á efri hæðum á Ísa. Þó að sé mönnum hent út og glugga í Rússlandi að það voru náttúrulega miklu fleiri í þessari stöðu sem að valdhöfum í Kreml er ósátt að þótt þessi spriklingastur í útlöndum en þess að það er engin hægt að þeim. Auðvitað er mikill stigsmunur á þessu, það má ekki íkja þetta en eðlismunurinn er því miður miklu minni heldur en það nætti að vera. Og ég held að við erum að taka tillit til núna að það er helmingur landsmanna það bil að borga leigu eða húsnæðislán á ofurvöxtum til þessara bankastofnana sem hagnast vel á því vinnan þeirra er ekki meiri við húsnæðislánin en hagnaður þeirra er meiri af því að vextin eru búin að fara upp. Það má stilla þessu þannig að því að við sjáum ofan í hvernig banki vinnur. Já. Og það vill svo til að það er næstuð í stundum meira svona 2 krónur hverjum 100 sem að fara hagkerfið okkar enda sem hreinn hagnaður í bankakerfinu. Og maður vellir fyrir sig hvaða fyrirbrigði er það þannig sem eitthvað samfélag er svo elstað að láta það fá 2% af öllum peningum sem að velta í hagkerfinu sem reynan hagnað og þetta er kvikindi sem að við elskum svona heitt. Þannig það er eitthvað þú veist, einhver leiti er þetta svo ótrúlegt mál.
En ég meina, samt, má ekki alveg segja það upphátt, sko, ég held að þessi sala hafi farið nákvæmlega eins og hún átt að fara. Ég held að það sem að sé öðruvísi bara viðbröðinu miklu sterkari. Það sem ég les út úr þessu þegar ég les þetta er svona það sem að bara er partí. Það bara á að fara að selja eitthvað, við erum loksins búin að ná því, nú ætlum við að ná 22%, það komið góð strákar. Og það er bara allir maður bara finnur bara, sko, heyrir bara í kampavininu, sko, skjótast á milli þess sem að vera að ringja í ömmu sína og frænda sinn og eiginmann og guðma veit hvað. Þetta er bara svona stjórnlaus, sigur fögnuður við það að nú erum við að ná 22,5% af ríkinu. Og það eina sem klikkaði var að það tókst ekki að halda þessu leyndu. Nei, það var málið. Og sko ráðherra í Noregi segir af sér að því hún skipaði 2 vini sína í stjórn óperunar og ballatsins. En hérna er sko spilað núna ef maður hlustar á viðtölin fyrir kvöld við ráðamenn eins og að Bankasýslan sé fyllilega sjálfstæð stofnun í armslengd frá ráðherra sem sé að taka ákvarðanar á eigin spýtur og hann hafi sendt bréf og beðnum að hefja söluferli og fengið bréf tilbaka með tillögum og hann hafi kynnt það fyrir þinginu og þingið hafi fjallað það sko og sko þetta getur litið út fyrir erlenda áhorfendur eða jafnvel almenning sem er ekkert að setja sig inn í svona teknileg mál sem bara fínt ferli, en þegar að það afhjúpast að sko, það er bæði búið að hóta að segja að það er að leggja niður stofnununa en hún er samt núna aðarleikandinn í að vinda ofan að þessu til að flytja svartapéturinn einhvern veginn frá ráðherra til Bankasýslu til stjórnar eða bankastjórnar og sko ég held að eini sem er búinn að segja af sér er regluvörðurinn sem saði upp í mars ef ég las fréttina rétt í dag. Ég get sagt frá því hér að áður en þetta ferli fór á stað að þá áttu ég enga samtöl við 2 af 3 stjórnarmönnum Bankasýslunni bara til þess að vara þá við og þeir eru í hættu sem að við blasti í ljósi alls sem við komumst að í hruninu en þau hlustuðu ekki. En að því að við tókum mörg þátt í að mótmæla þessu og sumuleyti eru mótmæli kannski að bara tekur fólk að sér sem að heldur tölu eða gerir eitthvað að það reyna að tjá svona afstöðu almennings til þessa. En þá var mótmælendur svara með því að þið bara miskilið þetta er ekki þess að þið að segja þetta sé glæpur, þetta móti var þetta algjörlega brilljant og svo þetta er bara að ganga á með þessu allan tíman. Það er þessi geta andmælendana þegar verið að benda á að keisarinn er nakinn. Það er að skrýtnaðilega við Íslands samfélag sko. Það er búið að benda á hans nakinn. En kannski fengum við að ráða meira þetta Gunnar en þú heldur sko. Hvers vegna er Seðlabankinn að gera það sem hann gerir með sitt fjármálaeftirlit? Það er ekki gert nefn út af mótmælum. Ég býst við því að Austurvallarfundurinn okkar í fyrra hafi gert Seðlabankann hræddan og þess vegna sé hann núna komin í lið með okkur í þessu máli. Það tókst einhvern veginn að sýna fram á þennan útbreyta vilja almennings að eitthvað er gert. Þau eru til að gera hvað sem er nema að beini sko athyglinni að eigin sök. Ég meina kerfið á Íslandi er náttúrulega þannig uppsett að það bregst aldrei við. Eitt af því sem gerir það verkum að það er að það eru sko, fólk eru hálf þreytt á sko spillingarsögum eða eitthvað svona skandölum er að það er allt afhjúpað og svo mætir bara þögnin frá kerfinu. Það sem er auðvitað öðruvísi hér er að það er þörf á að sýna eða setja eitthvað leikrit á svið og ég meina það er bara kostnaður við það. Ég held að það sé orðið nokkuð ljóst, ég meina þetta er á langur tími að einhver verður, það þarf einhver að vera blórabökull fyrir þetta, og það er unnið að því að það verði ekki Bjarni þó að það sé hið augljósa. Þannig að ég veit að mótmæli hafa kannski ekki alltaf skilað nákvæmlega því sem maður vill en það er samt sem áður þannig í þessu máli að án þessa sterku umræðu, án þessa almenningur sko hunsi bara þetta suss frá sko yfirvöldum og láti sér svolítið bara sama það þó að viðbröðin séu alltaf einhvern veginn að sko endur óma svar kerfisins. Ég meina það er mjög merkilegt til dæmis bara ef við tölum að þessum umfjöllunina í dag. Ég meina
hvers vegna fer allur þessi tími að segja okkur hvað kerfinu finnst þetta mál. Þú veist, og svo er búið til eitthvað svona, menn fara einhvern veginn á götuna og spyrja eitthvað svona random fólk, ég meina, hvar er umfjöllunin sko afleiðingarnar fyrir fólk í samfélaginu? Ég meina, það er fólk sem mótmælti, ég veit ekki hvort að, ég meina, ég held nú töluðarna, hefur ykkur haft samband við ykkur? Jóhann Páll var í einu útvarpinu og hann var með tölu. Það er einu sem ég heilt í dag. Og Jóhann Páll er náttúrulega þingmaður, þannig að hann hluta kerfinu þó hann sé öflugur og allt það. Þannig að þú veist, það sem ég er að segja sko, það sem er skipti máli bara til að gefa fólki svona smá von, svo það sé ekki allt bara eitthvað neikvætt hjá okkur, er að sko almenningur sér gegnum þetta. Það sem er að gerast líka og það sem er áhugavert í pólitíkinni er að þau eru að hlaupa í marga hringi, þau eru að prófa hluti. Þú veist, þessu átti enda með ríkisendurskoðun. Og ég meina skýrsla ríkisendurskoðana til dæmis. Ég meina ég verð bara að segja, þó að svo skýrsla sé ágæta einhver leyti, þá er mjög áberandi í þeirri skýrslu að það er lögð alveg gríðarleg áhersla á að verja fjármálaráðherra. Það er engin ástæða fyrir ríkisendurskoðanda að vera í þeim pakkanum. Í þeirri skýrslu kemur til dæmis fram að Bankasýslan hafi sendt e-mail, ég held að það var eitthvað 14. febrúar eða eitthvað, til ráðuneytisins, það sem kemur fram að þeir ætla að reyna að draga úr því hvernig þessi aðferð fer fram og þessum afslætti sem að geti komið út því. Þetta kemur fram í þessu skýrslu, þannig komið vitneskja ráðherra. Ráðherra ber ábyrgð á því að upplýsingagjöf til þingsins sé í lagi. Akkur er ekki meira gert í þessu? Akkur pikkar fólk þetta ekki upp? Þannig til dæmis alveg þannig er bara Bjarni hluti af ferlinu. Umbóðsmaður er nú að fara yfir hann er að fara yfir þetta en ég er að segja að það sem skipti máli er að almenningur á bara að trúa því að hann hafi rétt fyrir sér í þessu máli. Auðvitað selur ekkit ríkisegnir með svona hætti og lætur svo eins og þetta hafi bara við eitthvað svona klúður. Svolítið kosturinn sem allir að benda á í fréttunum í dag að þeir sem eru að tjá sig skýrsluna eru raunverulega aðilar málsins sko. Katrín Jakobsdóttir sem hefur vendað Bjarni sjálfur, Bankasýslan, þetta er allir sakamennir sem eru að nexlast á hvernig Íslandsbanki stendur sig. En það er ekki talað við neitt sem er einhverju fulltrúi þeirra sem hafa verið að benda á þetta alla tíð. Sjálfsögur höndin ótlust sko. Og sko það sem ekki er krafanum Íslandsbanka í framkvæmdinni varðandi sko heiðarleg vinnubröð, sanngirni og fagmennsku, má ekki nota þau þrjú orð á alla þá sem koma að málunum á öllum stigum sko. Það er reyndar alveg stórkostlegt í skýrslunni það sem kemur fram að Íslandsbanki gerir athugasemdir við þá túlkun fjármálaeftirlitsins að ákvæði laga heiðarleika, sanngirni og fagmennsku gildi líka innri reglur. Þú veist, þetta er alltaf eins og brandari sko. Þetta gilda lögin þær reglur sem bankin setur sér. Ég meina, Guð minn almáttugur. Þetta afhjúpar held ég sko líka umræðanum þetta sko gífurlega skort í íslensku samfélagi, íslenskri þjóðmála umræðu á gagnrýninni hugsun og gagnrýninni umræðu. Það er eins og öllu sé styrt af sko PR snúningum og það var nú fallegt að þetta fyrirspurnum frá Íslandsbanka var beint til pr@islandsbanki.is í dag og sko hvers maður var einn af þeim sem að keypti þetta er sko við getum ekki rekið samfélag á einhverju almannatengsla spinni alltaf sko því það heldur og reddast og gengur þegar allt gengur vel og allt er svona svífandi en þegar á reyndir það sem að sko valdastéttin lítur svo á að svo gagnrýni sem að beinist að henni við engin rök að styðjast sé bara eitthvað svona móðursýki í almenningi þannig að eina leiðin sem að þú bregst við eitthvað svoleiðis svona tilfinningalegum gusum sem ekki er á bakvið að það er bara að bíða af þér og þetta er eiginlega eitt af því sorglega sem er við þetta íslenska samfélag að sko valdastéttin tekur eiginlega enga gagnrýni hún lítur ekki svo á að hún þurfa að svara þessu efnislega hvernig var staðið að þessu hún reynir bara að veffengja þá sem að halda því fram að segja eitthvað að þessu
að við eigum ekki að tala um þetta núna, ekki hérna, ekki með þessum hætti, ekki með þessum orðum. Já, þetta þokast. Ég meina fjármáleftirlit í Seðlabankanum sem enginn hafði trú á að myndi gera nokkurn skamalu. Að það hefur stokkið niður réttum megin við girðinguna núna. Ég veit að ég má aðeins fyrirgeði Grímur bara taka undir það. Ég meina það er náttúrulega bara sögulegt að þetta fjármálaeftirlit sko bara mæti andlega í vinnuna sko. Þannig að þetta þokast. Við skulum enda á bjartsýnunótum. Það er það sem að gerðist í dag og verður skráð í sögubækunar. Þetta er dagurinn þegar fjármálaeftirlitið vaknaði að nýju. Atli, Ásgeir og Þorvaldur, kærar þakkir. Við ætlum að